Ungur maður hefur verið dæmdur í 6 ára fangelsi fyrir ofsafengna árás á konu í Vestmannaeyjum fyrir 3 árum. Hann skildi hana eftir nakta á götunni þar sem hún dó næstum úr kulda. G7-ríkin ætla að leggja 20 milljónir evra, jafnvirði 3 milljarða króna í baráttuna gegn skógareldunum í Amazon. Umhverfismál voru eitt helsta umræðuefni á lokadegi G7-fundarins í dag. Sérstök sveit fjölmargra samtaka og stofnana hefur verið sett á laggirnar til að bjarga hvölum sem rekur á land. Miklar aðgerðir stóðu yfir í dag vegna strandaðs grindhvals við Eiðisgranda í Reykjavík. Dýrið var aflífað. Lögreglan í Hong Kong segir að mótmælendur hafi ógnað lífi lögreglumanna í gær og því hafi þeir neyðst til að hleypa af byssu. Aukin harka hefur færst í mótmælin. Risastóra breiðu af vikri úr neðansjávareldgosi nálægt eyjunni Tonga rekur nú Kyrrahaf og gæti endað á ströndum Ástralíu. Svipað fyrirbæri sjást við strönd Íslands fyrir 650 árum. Gott kvöld. Héraðsdómur Suðurlands hefur dæmt Hafstein Oddsson í 6 ára fangelsi fyrir stórfellda líkamsárás á konu í Vestmannaeyjum. Hún hefði ekki lifað nóttina af ef hún hefði ekki fundist að sögn læknis. Árásin átti sér stað í september 2016 og vakti mikinn óhug. Kona fannst nakin og mjög illa leikin og köld eftir stórfellda líkamsárás. Hafsteinn barði hana ítrekað svo andlit hennar varð afmyndað af bólgum og augun sokkin. Konan var með fjölda áverka á skrokki og andliti eftir högg Hafsteins sem voru barin af mikilli ákefð af sögn réttarmeinafræðings. Auk þess afklæddi Hafsteinn hana og skildi hana eftir nakta. Vitni sem kom að henni sagði að aðkoman hefði verið skelfileg. Andlit hennar hafi verið það afmyndað að hún hafi ekki þekkst. Læknir sem sinnti konunni sagði fyrir dómi að líkamshitinn hennar hafi mælst 35 gráður og ólíklegt að hún hefði lifað nóttina af nakin í rigningunni. Í fyrstu var talið að Hafsteinn hefði einnig nauðgað konunni en rannsókn leiddi ekki til ákæru fyrir það. Auk 6 ára fangelsisvistar var Hafsteinn dæmdur til að greiða konunni 3,5 milljón króna í bætur. Að auki verður hann að greiða allan sakarkostnað 8,2 milljónir króna. Hafsteinn var í fyrrasumar dæmdur í 6 mánaða fangelsi fyrir tilraun til ráns þegar hann hótaði manni barsmíðum tæki hann ekki út peninga í hraðbanka í Vestmannaeyjum. Leiðtogar helstu iðnríkja heims hafa heitið 20 milljónum evra í aðstoð við að slökkva skógarelda í Amazon. Fundi G7-ríkjanna lauk í Frakklandi í dag. Umhverfismál og þó sérstaklega skógareldarnir í Amazon voru eitt helsta umræðuefnið á lokadegi G7-ráðstefnunnar í dag. Forseti Frakklands tilkynnti svo í morgun að ríkin ætla að leggja 20 milljónir evra, jafnvirði 3 milljarða króna, í baráttuna gegn skógareldunum. Mestum hluta fjárins yrði varið að senda flugvélar til að hjálpa til við slökkvistarfið. Mais immédiatement, nous offrirons aux pays amazoniens qui nous font connaître leurs besoins un soutien financier, au moins à hauteur de 20 millions d'euros, et aussi avec des soutiens concrets. La France le fera d'ailleurs avec des soutiens militaires dès les prochaines heures dans la région. We think that we have to protect these real lungs of our world, and that's why I'm very happy that we have been able to reach an agreement and go in support of those countries immediately and to implement a longer-standing strategy. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, ræddi í dag einslega við leiðtoga Ástralíu, Egyptalands, Japans og Ítalíu. Hann hefur nýtt fund G7-ríkjanna meðal annars til að ræða yfirvofandi útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Ráðamennirnir héldu einnig áfram að ræða leiðir til að draga úr spennu við Persaflóa, en í gær mætti íranski utanríkisráðherrann Mohammed Zarif óvænt á svæðið. I will tell you, we've had great unity, even with Iran, and a lot of progress made on Iran, and we've come to a conclusion, more or less. But the biggest part of the conclusion, they can't have nuclear weapons. But we have had a very successful G7, very friendly, very honored by the invitation. Silja Bára Ómarsdóttir, stjórnmálafræðingur, þú fylgst með þessum G7-fundi. Hvað finnst þér að standa upp úr? Það kannski sem vekur mesta athygli svona strax í lokin að fundinum líkur ekki með sameiginlegri yfirlýsingu eins og venjan hefur verið, heldur með svona einblöðungi sem leiðtogarnir taka undir nokkur mál. Það þá helst það viðskipti, fríverslun og að verja áfram það kerfi sem að til staðar. Það fer töluvert pláss í að ræða stöðumáli í Líbíu
og svo minna svona einnasetningar Íran, Úkraínu og Hong Kong. Þannig að þessir svona 5 punktar sem að fá svolítið pláss eru mjög ólíkir því sem að lagt var upp með í aðdraganda fundarins, þar sem átti að leggja áherslu á ójöfnuð og stöðu kvenna sérstaklega á vinnumarkaði, þar sem að önnur ríki voru líka boðin til fundarins og til þess að ræða þessi mál. Þannig að það greinilega svona hefur farið aðeins, dagskráin hefur færst svolítið til og auðvitað loftslagsmálin reyndar líka og sem að kemur út úr fundinum þessi stuðningur við Brasilíu. En svo samheldni sem oft hefur verið á þessum fundum, hún fyrir bí eða hvað? Já, Bandaríkin eru einangraðri heldur en þau hafa verið til lengri tíma að Trump til dæmis sækir ekki fundin loftslagsmálin. Hann farin út úr samkomulaginu við Íran, hefur tekið Bandaríkin út úr því. Macron greinilega reynir að reyna að miðla máli með það, með því að fá þarna þessa ríf til fundar en Trump hittir hann ekki. Og síðan auðvitað þessi ágreiningur við Kína sem að heldur áfram þótt að það hafi svona verið aðeins öðruvísi hljóð í Trump í dag heldur en hefur verið síðustu dagana. Þannig að þó að íranski utanríkisráðherrann hafi mætt óvænt á svæði í gær þá gefur það ekki til kynna að það sé eitthvað samkomulag í nánd? Nei, það var náttúrulega ekki fundur beint á milli þeirra, heldur fundaði hann með öðrum ráðamönnum og Trump svona, sagði að það væri langt í það en það væri kannski ástæða til þess að ræða saman og loka yfirlýsinginu auðvitað nefnir það að þessi ríki vilji ekki að Íran búi yfir kjarnorkuvopnum og vilji auðvitað reyna að stilla til friðar þarna við Persaflóan, þar sem hefur verið nokkuð róstursamt upp á síðkastið. Stutt í lokin, það var talað viðskiptafrelsi, það dálítið kaldhæðislegt núna þegar það viðskiptastríð á milli tveggja stærstu efnahagsvelda heimsins. Mikið rétt og Trump auðvitað gaf svolítið í og úr helgina þá heyrði maður að hann vildi frekar herða þvinganir á Kína og í dag kemur svona einhver yfirlýsing að Kínverjar hafi nú hringt inn í gær og vilji semja. En þetta bara í framhaldi af þessum yfirlýsingum Trump síðasta 1,5 árið að Kína sé alltaf að leita leiða til þess að semja við hann en svo dregur hann sig tilbaka. Silja, bara kærar þakkir fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Takk. Stefnt að því að kjósa þriðja orkupakkann á Alþingi eftir viku að loknu 2 daga sumarþingi málið. Forystumenn flokkanna sem Fréttastofa tók tali í dag voru sammála að fátt nýtt hefðu komið fram frá því að þingi var frestað. Alþingi kemur saman á miðvikudag og fimmtudag á svokölluðum þingstúf þriðja orkupakkann. Stefnt að því að kjósa hann á mánudag. Þetta hluti af samkomulagi sem formenn flokka á Alþingi komist að við þinglok. Síðustu vikur hafa bæði atvinnuveganefnd og utanríkismálanefnd komið saman til að fjalla enn frekar málið. 50 sérfræðingar eða álitsgjafar hafa komið fyrir utanríkismálanefnd vegna þriðja orkupakkans. Síðustu vikur hafa 6 nýir álitsgjafar komið fyrir nefndina ásamt 8 sem hefðu komið fyrir hana áður. Atvinnuveganefnd fékk til sín í síðustu viku 3 fulltrúa frá Orkunni okkar. Áður hafði nefndin fengið til sín hátt í 30 álitsgjafa. Samtals hafa nefndunum borist á 9. tug erinda og umsagna málið. Flokkur fólksins og miðflokkurinn eru á móti innleiðingu þriðja orkupakkans. Formaður miðflokksins sagði að með því að fresta atkvæðagreiðslu gefist svigrúm til að ræða málið enn frekar í sumar. En hefur eitthvað nýtt komið fram síðan þá? Mér líður satt að segja eins og leikara í Groundhog Day. Hér erum við mætt aftur, höfum haldið nefndafundi og komið að mörguleyti sömu sérfræðingar aftur. Ef eitthvað þá að hafa nú svona rökkokkar sem að teljum að það er samþykkið að styrst. Nei, ekki nema bara það að það eru komnar víðari upplýsingar og þjóðin sjálf að vakna til vitundar í rauninni alvarleika málsins. Þannig að ég held að það sé nú það nýjasta í stöðunni. Málið hefur auðvitað fengið aðeins meiri umræðu, bæði á vettvangi þingnefnda og annars staðar. Það hefur ekki orðin breyting á málinu eða neinar nýjar upplýsingar komið fram sem breyta niðurstöðu þess. Heldur það takist að klára umræður þetta mál? Það búið að semja þetta og ég nú svo bjartsýnn maður að trúa því að fólk standi við orð sín. Verður orkupakkinn samþykktur næsta mánudag? Já, ég hef enga trú á öðru. Það liggur auðvitað fyrir að málið hefur notið yfirgnæfandi stuðnings hérna í þinginu og ekkert sem breytir því. Því miður þá get ég ekki betur séð heldur að stefni bara í það sem að áður var ákveðið af meirihlutanum, það er að þvinga þetta í gegnum þingið. Ekki fékkst viðtal við forystumenn miðflokksins fyrir fréttir en flokkurinn með opinn fund málið í Garðabæ í kvöld sem við segjum nánar frá í 10 fréttum útvarps og sjónvarps.
Áður en að því kemur þá ætlið þið að fjalla Alþingi í Kastljósi. Já, hún kemur til okkar Ragna Árnadóttir, fyrrverandi aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar og fyrrverandi dómsmálaráðherra. Jú, en nýráðin skrifstofustjóri Alþingis, fyrst kvenna. Og við ætlum að spyrja hana aðeins út í orkupakkann, sem pólitískt mál, hún ætlar aðeins að segja okkur frá sínum skoðunum þar. En svo náttúrulega bara aðalmáli, hvernig ætlar nýr skrifstofustjóri að setja mark sitt á þingið? Takk fyrir það. Við ætlum aftur til útlanda. Lögregluyfirvöld í Hong Kong segjast hafa neyðst til þess að skjóta viðvörunarskoti í mótmælum í gær þar sem að lífi lögreglumanna hafi verið ógnað. Aukin harka hefur færst í mótmælin. Lögreglan sprautaði bæði táragasi og vatni á mótmælendur í gær. Þá hleypti lögreglumaður af byssu og aðrir lögreglumenn miðuðu byssum sínum að mótmælendum. En það er í fyrsta skipti sem það er gert frá því að mótmæli gegn stjórnvöldum í Hong Kong hófust í byrjun júní. I think the government and the police should bear the main responsibility, and they cause such a hatred among the people. They cause such a atmosphere to make everyone want to revenge to the opposite side. Aukin harka hefur færst í mótmælin upp á síðkastið. Helgina köstuðu mótmælendur múrsteinum og bensínsprengjum að lögreglumönnum. 36 voru handteknir í gær. Our officers' lives were in great danger. One officer fired a warning shot into the air. No one was hit. 6 officers held up their revolvers as a precautionary measures. I must emphasize the officers demonstrate great restraint. Their use of force was indeed necessary and reasonable. There wasn't any property loss. There wasn't any injury to the citizen of Hong Kong. It doesn't fit at all on the so-called criteria setting up by the police. Umfangsmiklar aðgerðir voru við Eiðisgranda í dag þar sem að marsvín eða grindhvalur strandaði. Sérstakt viðbragðsteymi fyrir hvali í neyð hefur verið stofnað. Grindhvalinn rak á land í Káravík við Seltjarnarnes í morgun. Hann færði sig síðan að Eiðisgranda og var þar alveg upp í landi. Viðbragðsteymi var kallað út og stýrði dýralæknir frá MAST aðgerðum. Björgunarsveitarmenn í flotgöllum fóru úti og reyndu að losa dýrið sem nokkuð stór tarfur. Dýrið lá gjarnan með kviðinu upp og svona var staðan á 3. tímanum í dag. Björgunarsveitarmenn eru núna í nokkra klukkustundir búin að reyna að velta hvalnum yfir á kviðinn og ýta honum út. En það hefur ekki gengið, hann hefur alltaf velt sér á hliðina aftur og snúið að landi og eins og staðan er núna, þá er hann hér upp í fjörugrjótinu. Þetta eru bæði stór og þung dýr og ekki alveg auðveld í meðförum og það hjálpaði okkur ekki að öldurnar voru líka veltunum og ýtunum lengur upp á land. Þóra stóð í ströngu við að stjórna aðgerðum og gaf ekkert eftir þótt hún væri ekki alveg útbúin fyrir þetta verk. Nei, þetta er ekki alveg svona skrifstofustarfið sem við erum oftast í, en þetta var ekkert þegar björgunarsveitin stóði miklu meira í ströngu að reyna að halda við svona þungdýr. Dýri virtist undir meðalþyngd með kýli framan við sporðinn og nokkuð veiklulegt. Reynt var að sigla á báti milli hvalsins og lands til að stugga við honum. Síðir tókst að koma dýrinu lengra frá landi en það hélt áfram að velta sér yfir á bakið og reyndi sífellt að synda að landi. Mikið hefur verið hvalreka undanfarið. Við stofnuðum núna í vor viðbragðshóp fyrir hvali í neyð og þá erum við fyrst og fremst að hugsa lifandi hvali sem kom í land og það kom til að við sáum að það væri þörf á að geta brugðist hraðar við að meiri þekkingu og geta þá strax hafist handa að koma þeim til hjálpar eins og kostur er. Fulltrúi í hópnum eiga MAST, Hafrannsóknastofnun, Landhelgisgæslan, lögreglan, björgunarsveitir, sveitarfélög og umhverfisstofnun. Þóra segir að alls ekki eigi eða megi við svona aðstæður setja spotta í sporðin og draga hvalinn út. Hann geti þá meiðst og jafnvel drukknað þar sem hann geti ekki andað. Haukur Hólm, fréttamaður á Seltjarnarnesi. Haukur, aðgerðum er lokið. Já, aðgerðum er lokið og eins og við sáum hérna í fréttina á undan þá lögðu björgunarsveitarmenn mjög hart af sér og dýralæknirinn frá MAST gaf ekkert eftir. En það var ljóst eftir nokkra klukkustund aðgerðir að mjög var dregið af dýrinu og dýralæknirinn Þóra Jónasdóttir sem við sáum hér áðan, hún taldi að það besta í stöðinni væri að aflífa dýrið til að lina þjáninga þess. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði því samband við Landhelgisgæsluna sem sendi menn úr séraðgerða og sprengjueyðingasviði gæslunar á vettvang með sérstakan búnað og
Endinn var sá að hvalurinn var skotinn og hann síðan sökk hér skammt undan Seltjarnarnesi. Takk fyrir það, Haukur. Við ætlum að Keflavíkurflugvöll því að þar var mikill viðbúnaður í dag þegar að farþegaflugur frá United Airlines var snúið við skömmu eftir flugtak. Viðvörunarmerki kviknuðu sem gáfu til kynna vélarbilun og ofhitnun. Flugslysaáætlun almannavarna var virkjuð og viðbúnaðarstig sett á rautt. Allt viðbragðslið á suðvesturhorninu tók þátt í aðgerðunum. 178 farþegar voru um borð í vélinni ásamt áhöfn. Vélin lenti án vandkvæða og tók viðbragðshópur Rauða krossins á móti farþegum og veitti þeim sálrænan stuðning. Hópur þýskra förusveina svokallaðra vinnur nú í Reykjavíkurhöfn við að lagfæra Cape Race, 54 ára gamalt kanadískt leiðangursskip sem siglt verður að norðurskautinu eftir viðgerðina. Stop. We are 10 journeymans from Germany. It's an old tradition. So after your apprenticeship, you go for 3 years and 1 day on a journey and see the world. So we plan to see Iceland, travel 2 weeks, and now we found work on the Cape Race. Förusveinar eru iðnsveinar sem ferðast að námi loknu samkvæmt aldagamalli evrópskri hefð. Þau ferðast yfirleitt ein en stundum fleiri saman. Flest eru menntuð í tréiðngreinum sem húsa- og húsgagnasmiðir. We just came here, had no plan on where to go, where to stay or what to do. So we went to a shop and Marianne saw us. She's from Switzerland, knows the tradition, and she offered us work here on the Cape Race. Þjóðverji Nikolás Gerke á Cape Race. Hann stofnandi Mare, forlag sem gefur út tímarit og efni málefni hafsins. Skipið var á Grænlandi þegar hann festi kaup á því í vor og sendi til Íslands í viðgerðir. Þeim lýkur í janúar og þá heldur skipið á norðurskautið. Förusveinarnir halda þó á aðrar slóðir. Back to Germany first, and maybe we have Christmas in France. Christmas in France, maybe, yeah. And after that, I'm gonna go with our stonemason to Chile. Yfir 150 ferkílómetra vikurbreiður rekur nú Kyrrahaf og hún gæti endað á ströndum Ástralíu. Vikurinn úr nýlegu neðansjávareldgosi nálægt eynni Tonga. Álíka fyrirbæri sást við strendur Íslands seint á 14. öld. Talið að vikubreiðan sé samtals 150 ferkílómetrar að stærð sem tvöfalt flatamál Þingvallavatns. Áströlsk hjón á siglingu nálægt Tongaeyju urðu vör við vikurköggla í sjónum og vissi ekki fyrir þau voru komin inn í þessa breiðu af vikri sem hægði á öllum öldugangi og dempaði allt hljóð. Þetta virkar eins og eyðisandur á íslenskri heiði ef ekki væri fyrir undirölduna. Talið að gosið hafi á þessum slóðum snemma í ágúst. Á þessu svæði eru flekaskil, þarna steypist Kyrrahafsflekinn undir aðra fleka og það þýðir mikla eldvirkni. Sem óvenjulegt kannski í þessu tilviki að þessi eldfjöll sem þetta er sambærileg eldfjöll við þekkjum í Suður-Ameríku og allt það, en þarna eru þau öll á hafsbotni. Og þegar þau gjósa, kvikan sem kemur þarna upp er mjög gasrík og þá blæs hún út þegar hún kemur út úr eldfjöllinu og myndar mikið af hólrýmum. Þannig að í raun þá verður steinninn sem myndast, hann verður eðlisléttari heldur en sjórinn og þess vegna flýtur hann. Hjónin sem mynduðu þetta dóluðu þar til þau komust á auðan sjó. Gosið var nálægt Vavá-eyju, ekki langt frá Tonga, norður af Nýja-Sjálandi og vikurbreiðan sést greinilega á gervihnattamyndum frá bandarísku geimferðastofnuninni. Vikurinn gæti rekið alla leið til Ástralíu. Breiður af þessu tagi hafa áður sést á Kyrrahafinu og reyndar líka við strendur Íslands. Svona frægasta dæmið við Íslandi 1362 í Öræfajökli sem reitt mesta sprengigos á landinu. Og þá var svo mikill vikur sem síðan flaut í burtu frá Öræfajökli og hann flaut inn á Vestfirði. Þannig að menn áttu bátt með að róa þar til fiskja. Og þetta er sérstaklega tekið fram í annálum, þarna hafi menn átt erfitt vegna vikurs. Það er vissara gá hvar stíði niður fæti í Kjarnarskógi í Eyjafirði þess því ætlamætti að einhver hefði gert sér ferðir í skóginn gagngert til þess að henda tyggigúmmí á göngustígana.
Kennari á Akureyri hefur að undanförnu tínt tæplega 10.000 tyggjóklessur af stígunum. Ég fór í hjólatúr hérna með konu minni í júlí og ég hjólaði hérna aðalhringinn og það var bara fáránlegt hvað var mikið af tyggjóklessum ofan í stígnum. Þannig að daginn eftir þá ákvað ég bara fara að tína allt sem ég fann. Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? If your mother says don't chew it, do you swallow it in spite? Hann tíndi upp 8.000 klessur. Var nokkuð ánægður með verkið og taldi víst að því væri lokið, en svo var nú ekki. Síðan hefur verið að koma reglubundið og hreinsa bara. Það bara slóð eftir einhvern mann sem dreifir hérna nikótíntyggjói á stíginn. Tyggigúmí útflatt og ferkantað, eins og það hafi verið geymt í spjöldum undir nikótíntyggigúmí og álfilman enn föst við margar klessurnar. Þetta alveg klálega bara einhver sem tyggur þetta yfir daginn, geymir þetta í spjöldunum og kemur svo hingað til að losa. Og svo ef maður kíkir í rusladallan eða þá spjöldin þar. Bara það haugar af nikótíntyggjóspjöldum. Mér hefur dottið í hug að búa til eitthvað listaverk úr þessu, en ég vil allavega helst ekki henda þessu beint í ruslið. En við sjáum til. Já, það veðrið núna því að það hefur gert myndarlega dembur víða landið sunnan og vestanvert í dag. Nú síðdegis höfðu komið mest 45 mm í mæli Veðurstofunnar á Hellisheiði. Búast má við að áfram rigni á köflum sunnan og vestanlands en dregur úr úrkomu þegar líða tekur á morgundaginn. Það Theodór Freyr Hervarsson sem fer yfir veðrið að loknum íþróttum og Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér þær í kvöld. Þrátt fyrir úrhellisrigningu í gærkvöld var þó ekki markaregn þegar Víkingur og Grindavík mættust í miklum fallslag Pepsi Max-deildar karla í fótbolta. Japanir voru sigursælir á heimsmeistaramótinu í badminton sem lauk í Basel í Sviss í gær. Og FedEx-bikarnum á PGA-mótaröðinni í golfi lauk í gærkvöld. Justin Rose lenti í miklu basli. Íþróttir hér strax eftir fréttir. Og nokkur helstu atriði fréttanna í kvöld. Ungur maður hefur verið dæmdur í 6 ára fangelsi fyrir ofsafengna árás á konu í Vestmannaeyjum fyrir 3 árum. Hann skildi hana eftir nakt á götunni þar sem hún dó næstum úr kulda. G7-ríkin ætla að leggja 20 milljónir evra, jafnvirði 3 milljarða króna í baráttuna gegn skógareldunum í Amazon. Umhverfismál voru eitt helsta umræðuefni á lokadegi G7-fundarins í dag. Sérstök sveit fjölmargra samtaka og stofnana hefur verið sett á laggirnar til að bjarga hvölum sem rekur á land. Miklar aðgerðir stóðu yfir í dag vegna strandaðs grindhvals við Eiðisgranda í Reykjavík. Dýrið var aflífað. Lögreglan í Hong Kong segir að mótmælendur hafi ógnað lífi lögreglumanna í gær og því hafi þeir neyðst til þess að hleypa af byssu. Aukin harka hefur færst í mótmælin. Risastóra breiðu af vikri og neðansjávar eldgosi nálægt eyjunni Tonga rekur nú Kyrrahaf og gæti endað á ströndum Ástralíu. Svipað fyrirbæri sást við strendur Íslands fyrir 650 árum. Þessu alveg að ljúka hérna hjá okkur og eins og venjulega þá verðar fréttir sagðar næst í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn ruv.is, hann að allan sólarhringinn. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Flökkuhópar í náttúrunni. Dýr af ýmsum tegundum ferðast langar leiðir